Margir kannast við græna planið sem sóknaráætlun borgarinnar þegar kemur að grænum lykilverkefnum til framtíðarinnar og einn angi af þessu græna plani grænt húsnæði framtíðarinnar. Og hvað í ósköpunum skyldi það nú vera? Grænt húsnæði framtíðarinnar snýst að minnka þann skaða sem að búseta okkar og byggingariðnaður veldur jörðinni. Það snýst einfaldlega að við stöndum við skuldbindningar okkar í loftslagsmálum og að við vinnum að heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun á sviði efnahags, samfélags og umhverfis. En auðvitað notandinn bara mikilvægast að við séum að búa til gott íbúðarhúsnæði fyrir íbúa Reykjavíkur. Við verðum með ákveðnar lóðir í boði fyrir þetta verkefni og þær mjög fjölbreyttar eins og margar og víða borgina. Og það líka til þess að undirstrika að við fáum fjölbreyttan hóp með okkur í verkefnið. Skipulagslega forsendur á þessum lóðum ólíkar og sumar svona tilbúnar en aðrar. Þannig að í einhverju tilfellum þá getur fólk komið inn í svona lengri þróunarferill á lóðunum sjálfum. Þetta vonustu til þess að verði til þess að verkefnin eða úrlausnirnar verði fjölbreyttar og við getum boðið upp á fjölbreytni í húsagerð og bara gæði í byggingarlistinni. Úr hverju erum við að byggja? Hvernig erum við að byggja? Hvernig erum við að nýta þessu orku? Þetta ekki óþrjótandi auðlind. Við þurfum að passa upp á orkunum okkar líka. Við erum að hugsa langt fram í tíman í þessu verkefni og erum auðvitað búist og vonast eftir að sjá mjög fjölbreytt, bæði fjölbreytt teymi, þverfagleg teymi en líka fjölbreytt verkefni af öllum stærðum og gerðum.